Já, komið sæl. Ég heiti Þórhildur Oddsdóttir og þetta erindi sem ég ætla að flytja núna eins og það næst á undan, byggt á 3 ára Nord+ samvinnu og rannsóknarefni. Hér verður þó aðeins fjallað íslenskan hluta verkefnisins og sjónum beint að orðaforða, námsgögnum í dönsku, í íslenskum grunnskólum og næstum eingöngu í 10. bekk. Einn þeirra þátta sem skipta mjög miklu máli í tungumálakennslu orðaforði. Það nokkuð ljóst að það ekki hægt að kenna eða læra tungumál ef enginn orðaforðin. En hvaða orðaforði? Og hversu stór eða umfangsmikill orðaforði getur talist hæfilegur til að gagnast þeim sem þarf, vill eða ætlar að nota tungumálið? Og hvernig á orðaforðin að vera samsettur? Og enn má spyrja, hvernig ætlar málneminn að nota tungumálið í hvaða samhengi? Ótalmargir hafa einhver tímann lært tungumál og síðan reynt að nota þau. Þeir hafa upplifað augnablik þar sem að orðaforðin hefur ekki dugað til þess sem átt að segja og undir hælinn lagt hvernig úr hefur ræst. Það getur verið erfið staða að sætta sig við að segja bara það sem að getur sagt en ekki það sem nauðsynlegt að geta sagt. Þetta eru engan veginn nýjar spurningar og gerðar hafa verið rannsóknir af ýmsu tagi og búnar til kenningar ýmsa þætti tungumálsins og kennslu. Meðal annars hafa miklar rannsóknir verið gerðar á orðaforða í ýmsum tungumálum, meðal annars í leita leiðum til að áætla stærð orðaforðu heilu tungumálana og samsetning hans orðaforðans altså. Og hversu gott vald þarf málhafi að hafa á því tungumáli sem hann að læra, hvað eðlilegur orðafjöldi fyrir einstaklinga á barnsaldri, svona máltökuskeiði í móðumáli, fyrir fullorðan einstakling í erlendumáli og hvenær telst einstaklingur fullnuma í nýju tungumáli. Eitt af því sem mikið hefur verið rannsakað tíðni einstakra orða í tungumálinu. Hvaða orð eru mest notuð, þar að segja hafa hæsta tíðni. Hvers konar orð eru það? Enska eitt þeirra tungumála sem mest hafa verið rannsökuð að þessu leyti, enda árabil verið mikil þörf fyrir gott námsefni handa þeim fjölmörgu sem vilja og þurfa að læra tungumálið í flestum löndum heims. Til þess að geta mælt orðatíðni, eða tíðni orðana í tungumálinu, hefur verið safnað orðum úr alls konar prentuðum miðlum, dagblöðum, skáldverkum, tímaritum, barnabókum, fræðiritum og eflaust einhverju fleiru. Orðasöfn af þessu tagi innihalda svo orðafjölda, svo milljónu skiptir og svo farið að telja í sundur. Nútímatækni gerir það tiltölulega auðvelt að vinna á risamálheildum, greina og tíðnimæla. Og svo nú orðið auðvitað mögulegt að vinna með talað mál. Fyrir það bil 30 árum var Hanna nokkuð Rús að vinna rannsókn fyrir doktorsverkefni sitt. Hún safnaði 1250.000 orðabanka og tíndi út algengustu orðin. Orð sem að komi fyrir 20 sinnum eða oftar skilgreindi hún sem kjarnaorð danskrar tungu. Og niðurstaðan var að kjarnaorð í dönsku eru 1117. Og seinni árin, tíðnirannsóknir og námsefni til dönskukennslu byggir á samsett margra ára rannsóknum og þar að segja nýlegum rannsóknum sem að Norðmenn og Svíar hafa einnig unnið samhliða á sínum tungumálum. Núna hægt að fá aðgang að lista yfir 10.000 algengustu orð í dönsku og það einmitt eitt af því sem við ætlum að notfæra okkur við að skoða námsefni.
og í byrjendakennslu á þrepi A1 og 2, þar að segja miða við Evrópurammann, talið hæfilegt að miða við þá 2 tíðniflokka sem innihalda mest notaða orðaforðan í tungumálinu. Og það sem sagt, þessi tíðniflokkar eru þá 1000 algengustu orðin og svo næstu 1000 algengustu orðin þar á eftir. Já, það samt rétt að staldra hér við og tala hvernig orð eru talin. Nafnorð hefur ákveðna grunnmynd, fleirtölu eignarfall með og angreinis og þarna tekið dæmi af orðinu hist. Til dæmis ein lemma, eða hugtakið lemma, notað yfir orð, eitt orð sem regnhlífar orð yfir öllum þeim myndum sem það orð getur birst okkur í. Þannig að öll þessi 8 form af orðinu hist telst sem eitt orð þegar talin eru orð sem koma fyrir í texta. Svo þarf að taka tillit til annarra þátta eins og til dæmis orðmyndin eða stórt Það getur verið forsetningin eða svara til forsetningar í upphafi málsgreinar og það getur líka verið fornafn sem táknar aðra persónu fleirtölu og það telst þá sem 2 ólík orð, 2 lemmur. Og Evrópuramminn sem að hér hefur verið nefndur hugmyndafræðilegur og kennslufræðilegur grunnur námskráa í tungumálum víða í Evrópu og reyndar víðar heim og þetta skilgreind 6 hæfniþrep eða færniþrep. A1 og 2 eru byrjenda hópar, B1 og B2 eru svona sjálfstæðir málnotendur og svo C1 og C2 eru þeir sem eru orðnir mjög færir í tungumálinu. Og íslensk námskrá í tungumáli fyrir grunnskóla lýsir hæfni á A1, A2 og A2+. Það sem sagt brúin yfir í B1. Nei, það var hérna. Nei, þá kemur við strax að þessu. Það hefur verið rætt og rökstutt að nemendur sem á byrjendastigi í tungumáli reynir sig einkum við þessi 2000 algengustu orð í nýja tungumálinu og meðal algengustu 1000 orðana eru flest þeirra orða sem kölluð eru kerfisorð. Orð sem eru notuð til að tengja saman orð úr stóru orðflokkunum, innihaldsorðunum, sem eru þá nafnar, sagnir og lýsingar, altså dæmi sér tekin. Það eru sem sagt þeir flokkar orða sem vaksa því alltaf bætast við ný orð í þá flokka. Í ECHO búið að skoða 2 þemu með tilliti til greininga í tíðniflokka. Til þess notaður þessi 10.000 orðalisti sem ég nefndi áðan, en þá eru ekki tekið með sérnöfn, þar sem heiti á fólki og stöðum. Tölur í tölustöfum að sjálfsögðu ekki með, en heldur ekki tölur sem eru skrifað með bókstöfum. Allavega ekki lægstu tölurnar, það ekki fyrir að það komi í 100 og 1000 sem að það kemur með. Og svo eru margar skammstafanir sem ekki eru á þessum lista yfir 10.000 orðin. Og hér má sjá á glærinu að þemað sem að að ræða inniheldur 955 orð. Af þeim eru 775 orð sem að eru tíðniflokkuð, eru innan 10.000 orða rammans, en 550 þeirra
eru innan 2000 orðamarkana, eða þar að segja 71% af orðaforðanum í þessu þema skólalíf og inngangurinn flaut með, en það er ekki nema 71% orðana sem að eru þá svona ætluð aðal viðfangsefni þessara nemenda. Og hér má sjá líka að orð sem eru sjaldgæfari eða minna notuð heldur en 2000 fyrstu orðin, það þarna stöpull upp á 68 orð og svo lækkar þetta niður til hægri og svo kemur þarna stökk upp að við í 8000 pluss, þar að segja það sem á 9000 og það ennþá orð hérna með 9000 orða upp í 10. En ef við tökum allan orðaforðan með, öll 955 orðin, þá áfram 550 orð innan 2000 markana, en það þá ekki nema 57,6% af öllum orðaforðanum í þeim sem að sem sagt rúmlega helmingur sem að innan þeirra svona marka sem allt með. Og við sjáum að orðin sem eru 10.000 pluss, það eru heil 152 orð. Þetta eru oft löng orð, margsamsett, þetta eru skammstafinir einhverjar, en svo koma sérnöfnin sérstaklega þarna í aftasta dálki. Og það sama má segja með þema sport og mósjón. Þar tíðni flokkaður orðaforði 859 orð eða 79,8% alls orðaforðans. 610 orð af þessum 859 falla innan 2000 orðamarkana, 71%, alveg eins og í hinu á undan, skólalíf og innganginum. Og þetta unnið á sama hátt að orðanum fækkar auðvitað eftir því sem lengra haldið til vinstri, en það eru orð í öllum tíðniflokkunum þarna. Og við tökum á sama hátt og áðan að orðin sem að mælast sjaldgæfari en 10.000 ekki inn á 10.000 orðalistanum og sérnöfnin koma þarna utan við, að þá lækka hlutfall orðana innan 2000 markana í 56,6%. Og þetta þýðir, sem sagt, af öllum þessum orðaforða, 1077 orðum, þá ekki nema rúmlega helmingur sem að innan þessara meðmæltu marka. Hér þessi skilgreindu rými innan Evrópurammans. Ætlaði aðeins bara vekja athygli á því að einkarýmið það sjálfið og það sem í kringum hann. Á A2 það mælt með að það sé 50%, en á B1 25%. Þannig að leið og maður fer úr þessum byrjunar og yfir í sjálfstæðan málnotanda, þá lækkar þessi tíðni. Orð í sport og mósjón, tíðni orðana, smá orðin eru þarna flest. Þessi 7 orð sem að nefndur hér, þau hafa tíðni á bilinu 100 til 179 í textanum og svo fækkar þessu og heil 863 orð, þarna neðst til hægri, eru orð sem koma bara einu sinni fyrir. Og svo hér listi yfir íþróttaheiti, íþróttamenn tæki tól og svo framvegis, og í ljósi þess að þemað heitir þetta, að þá þetta tiltölulega fá orð. Og hér læt ég máli mínu lokið. Við tekur Hrefna allt annað efni, en það samt ekki, og ég bara þakka fyrir mig.